Heilir og sælir kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í nýjasta þáttinn af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Ef þú ert nýr hlustandi þá heiti ég Erla Guðmundsdóttir, er íþróttafræðingur, heilsumarkþjálfi, næringaþjálfi, ungbarnasundkennari og margt fleira. En ég elska að hafa jákvæð áhrif á fólki í kringum mig, fræða og bara það er ástæðan fyrir því að ég stofnaði þetta hlaðvarp. Ég byrjaði með þetta hlaðvarp var bara þannig að ég geti fengið að deila öllum þessum upplýsingum sem eru í samfélaginu, fá til mín flott fólk sem getur sagt ykkur frá þeirra reynslu eða þeirra þekkingu og miðlað til ykkar. En ég gæti nú ekki gert það nema án minna diggu samstarfsaðila, en það eru Heilsuhillan, Spíran og Virkja. Það er vítamínbomba í Hagkaup frá 3. til 13. apríl, ekki láta það framhjá þér fara, en þar verða vörur Heilsuhillunar á afslætti. Spíran er dásamlegur fallegur veitingastaður í Garðheimum og þau bjóða upp á einstaklega gómsætan mat, eldaðan frá grunni með rosalega góður hráefni og þar ferðu alltaf endurnærður út bæði á líkama og sál. Og að lokum Virkja sem er markþjálfunar skóli og næsta grunnnám hjá þeim hefst núna 24. apríl og lýkur 15. júní og mér langar að skora á þig að taka næsta skref í átt að þínum árangri og skrá þig á grunnnám hjá Virkja af því að þetta er ein besta ákvörðun sem ég hef tekið. Og ef það hentar ekki núna í vor þá veit ég að það verður aftur námskeið sem að hefstu miðjan ágúst. En við ætlum að núna að vinda okkur að viðtali dagsins. En hún kom til mín hún Eygló Fandal Sturludóttir, afreks íþróttakona í ólympískum lyftingum sem er alveg fáránlega sterk. Hún er 23 ára og tekur 180 kíló í hnébeygju. Það eru margir kallmenn sem get ekki einu sinni deddað þessum þyngdum sem hún er að sveifla upp fyrir höfuð. Ég ætla ekki að hafa þessa kynningu mikið lengri. Ég ætla bara að bjóða ykkur að hlusta á þetta dásamlega viðtal við þessa flottu og uppbyrjandi íþróttakonu sem að við munum alveg pottþétt sjá á Ólympíuleikunum 2028. Til mín er komin ung og efnileg íþróttakona sem hefur verið á þvílíkri siglingu undanfarið, tilnefnd til lyftingakonu Evrópu, ekki rétt hjá mér, og er bara stöðugt að bæta sig. Ég er bara alltaf að sjá PR, persónulega mitt á Instagram og ég segi nú bara hvar endar þetta. En verður velkomin Eygló Fandal Sturludóttir. Takk hérlega fyrir. Fyrir þá sem ekki þekkja til þín, hver er Eygló? Ég sem sagt er afreks íþróttakona í ólympískum lyftingum og svo er ég læknanemi á 4. ári við Háskóla Íslands. Einmitt. Og hvað var til þess að þú fórst að æfa ólympískar lyftingar? Í rauninni bara, ég var alltaf í fimleikum þegar ég var yngri. Bæði áhaldafimleikum og svo hópfimleikum seinna meir og ég meiði mig í rauninni bara í hópfimleikunum og var látin lyfta svona til hliðar af því að þá, náttúrulega ólympískar lyftingar eru frábær leið til að styrkta þjálfun, samhliða ótrúlega mörgum íþróttum. Þannig að þau voru eitthvað að byrja að reyna að koma inn í hópfimleikana, að láta okkur lyfta. Og þegar ég meiðist þá hugsaði, við þurfum einhvern veginn að virkja á æfingu, það gengur ekki á sért sitjandi bara, þetta verður að vera gaman líka, þannig að þau ákveða setja mig í í gymmið og láta mig lyfta pínu og svo einhvern veginn finnst mér það bara ótrúlega skemmtilegt og út frá því fer ég sen í crossfit. Ég ætla aldrei að vera bara í ólympískum lyftingum fyrir crossfit og svo er það árumótin 2020-2021 þar sem að ég tek þátt á Norðurlandamóti unglinga og vinn og ákveð þá bara að fara svolítið all in í lyftingar og sjá hversu langt maður getur farið. Þetta hér erum við í dag. Já, hér erum við í dag, vá. Og þetta er ekki smá bætingar á svona stutta tíma. Ég veit það. Þetta er, ég er alveg ég er heppin, ég hef alltaf verið mjög sterk í grunninn, en svo líka er þetta bara tækni, bara að bæta tæknina, að verða meira skilvirkari í hreyfingunum og þá getur maður bætt svo ógeðslega
miklum kílóum á þetta, sko. Einmitt. En maður þarf líka að vera sterkur. Akkur heldur þú sért svona sterk? Ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég var að tala um þetta við osteopata minn, hann Unnar, að ég var eitthvað svona stundum á maður til að draga úr sér skilur og vera svona, ég veit ekki, ég var bara heppin skilur, ég fættist bara hann sagði þú ert með alveg marga vöðva og allir aðrir, þú veist, þannig að ég veit ekki, þetta er kannski bara því að mér hefur alltaf fundist gaman að vera sterk og það var þegar ég var yngri, var ég alltaf hvött til þess að ekki vera feimin við að vera sterkur og það var aldrei dregið úr því, frekar bara ítt mér úti að vera bara dugleg þá að æfa og verða sterkari og sterkari og ég veit ekki sko. Nei. Ég veit ekki hvað það gefur. Nei, einmitt. En heldur að fimmleikarnir hafi átt stóran þátt í þessu líka? Já, algjörlega. Og ég er mjög þakklátt fyrir það einmitt að í fimmleikunum að því þú veist þannig að kannski svona eldri fimmleikarnir sem að þær stelpurnar voru alltaf mjög svona listrænar og frekar svona ballerínulegar. Ég á mig heppin að þjálfararnir mínu voru aldrei að reyna að draga úr því. Heldur frekar bara að reyna að virka mig og nýta styrkinn og kraftin sem ég á með. Þannig að en já, klárlega, ég myndi segja að allar æfingarnar þegar maður yngri hafi heldur betið hjálpað, sko. Ég var nefnilega líka í fimmleikum, það er svo gaman að heyra og ég finn sjálfa að þetta hjálpa mér rosalega í olímpískum með tæknina, maður hefur svo góð líkamsmeðvitund og svona einhvern veginn. Ég veit það, ég er bara alltaf, ég er svo ótrúlega þakklátt fyrir að hafa verið í fimmleikum þegar yngri og hafa mamma og pabbi letu mig vera svolítið lengi, sko, þannig að ég er rosa þakklátt fyrir það því það gefur manni svo mikið bara út í lífið. Áttur eitthvað uppáhalds áhald þegar varst þið áhaldið? Stekk. Sprengikrafturinn. Ég fekk bara negla á þetta hlaup og já, það var mjög gott fyrir mig, sko, og líka tvíslá, af því ég valdi líka að vera svolítið sterk í efri líkamannum. Þannig að það var 2 uppáhalds og svo gólf og slá var ekki alveg skemmtilegt því að það er meira svona að vanda sig og listrænt, sko, það er ekki alveg ég, en stökk og tvísla, það var alveg mitt þing, sko. En þú þá líklega orðið bara mjög góð í crossfit strax, fyrst þú fórst beint á fimmleikum. Já, og einmitt átti bara rosa auðvelt með allar fimmleika hreyfingar, þú veist, og við fórum á grunnnámskeið og vinkonum mín saman, báður á fimmleikunum og þjálfarinn sem tók okkur í það, hann hlægir alltaf að því og að því að við mættum á fyrsta æfingunni og hann sagði, ok, ég ætla að kenna ykkur snats. Og það er svona hreyfing og við vorum alveg, já, svona, og gerðum maður bara rétt og hann bara, já, ok. Og þetta kom við næsta æfing, skilur við að það þurfti ekki að eyða miklum tíma í kenna þetta kom allt svona frekar fljótt, sko. Ok, en skemmtilegt. En þú segist líka verið í læknisfræði samhliða því að vera afreksíþróttakona. Hvernig gengur það upp? Það gengur rosalega vel, það gengur merkilega vel. Þetta var, ég ætlaði ekki að gera þetta bæði tvennt í einu, sko. Þegar ég var markmið mitt var alltaf bara læknisfræði, komast inn og ég útskrifast úr menntaskóla og byrjaði síðan að læra fyrir inntökuprófið og er að læra þarna veturinn, í janúar 21, þá er ég að læra á fullu og ætla bara að einblína bara á námið, sko. Og á sama tíma einhvern veginn fer allt að rúlla í ólympísku lyftingum og ég kynnist þjálfaranum mínum og fyrir þjálfarinn til hans og þannig að þetta óvart gerðist á sama tíma sem ég kemst inn og byrja að keppa svona mikið sem er kannski líka bara fínt af því þá þekki ég ekkert annað, þú veist, það hefur alltaf bara verið þetta tvennt á sama tíma en þetta er líka alveg mikið álag oft, sko, en bara ég er rosa glöð að ná að láta bæði tvennt ganga upp, sko. Já, og hvernig er svona típisku dagur eða típisku vika, er það? Sko típisku dagur er bara að vakna 6 og græða sig fyrir daginn, svo ef maður mættir upp á spítala klukkan 8, þá ef maður mættir á einhverja deild sem maður er þá vikuna og þá er maður bara 8 til svona 2-4, það fyrir eftir hversu langur dagurinn er og hvað maður nær að klára mikið. Maður sést 8 til cirka 4 á daginn upp á spítala, bara að læra og vera læknanemi og læra af öllum og svo keyri ég bara yfir á æfingu, teka æfingu í svona 3-3,5 tíma, svo fyrir ég heim, græja næsti og svona fyrir næsta dag, fyrir kannski út að labba og svo fer maður bara að sofa og kannski læra eitthvað smá inn á milli ef maður getur. Svo bara snemma að sofa til að geta haldið þessu uppi, sko. Einmitt, en það er þétt dagskrá. Já. Einmitt, já, 3-3,5 tími. Já, ég myndi segja að það sé svona venjulegt. Já, þetta er langar æfingar, þetta tekur langan tíma að lyfta og að vinna sig upp í settin, svona alltaf því sterkar sem að verður, því fleiri uppbytuna sem þetta til að koma sem vinna sig, þetta er alveg bara, það lengist og lengist, sko. En já,
en ótrúlega skemmtilegt líka, þetta bara svo gaman, ég æfi bara með vinkonum mínum og ég er einmitt í skólanum bara með vinum og vinkonum og þannig að ég bara að skemmta mér, sko, þetta rosa skemmtilegt. Ég ætlaði einmitt að spyrja því, hvort þú væri einhvern tímann að æfa ein? Já, ég æfi ein, ég myndi segja það, ég held að flestir í Óli myndi segjast æfa einir, en það er ekkert mála að henda alltaf bara línu á, fólki í kringum segir bara, ertu að mæta 2, ok, geðið, ég líka sjáumst á æfingu. Og sama, maður þarf vel aldrei að heyra í þeim, af því maður mæti bara í stöðuna sína og þá alltaf einhver. Þetta mjög svona social íþrótt, sko. Þannig að ég veit alltaf að þegar ég mæti æfingu, þá ég að fara að hitta einhvern og maður getur spjallað og haft smá gaman, sko. Akkurat. Þetta en ertu með mikið keppniskap, myndir þú segja það? Já, bara strax. Það bara fer ekki milli mála, ég er með mjög mikið keppniskap. En já, hef samt lært, eða ég ekki í neinu óþarfa skilur, en mér bara gaman að keppa og ég finn það, að mér langar mjög mikið að vinna. Veistu eitthvað hvaðan þessi metnaður kemur, þetta keppniskap? Ég held að segja því að ég á stóran bróður. Hann 2 árum eldri en ég og það var alltaf að vera að hlæja þegar ég var yngri. Ég þurfti alltaf að gera allt eins og hann og helst meira. Og það bara því mér langaði bara að vera svo stórbróður minn, skilja. Ef hann gæti gert eitthvað þá langaði mig að vera með og gera líka. Þannig að ég held að það hefði svolítið svona ítt undir þetta, Ég var alltaf að reyna að vera alveg eins og hann. Og þá alltaf 2 árum, hann 2 árum eldri, þannig að maður var kannski ekki endilega með getuna í það, en maður var svo mikið að rembast við að halda í við hann, Og já, ég myndi halda að það komið þaðan, Vá, fyndi Anný mist sagði eitthvað svipað, hún átti á stóra bræður og hún var alltaf að keppast við það. Já, hann var að hjóla ekki með hjálpadekk, ég líka, ég þarf ekki hjálpadekk, skellti mér að hjóla, ég skal bara gera þetta. Vá, það er skemmtilegt. Ok, þegar við höldum okkur kannski aðeins áfram við ólympískar og við förum kannski bara svona yfir í, hvað heilsa er og allt svona, því mér er svo gaman að heyra það frá öllum. Já. Hvað telur þú að þurfi að hafa til þess að verða afburða góður í íþrótt? Til dæmis ólympískum eða bara almennt? Ég held maður þurfi langmest bara, hvað segir maður, bara svona aga, þolinmæði og bara svona vinnusemi, eða svona, þú þarf bara að vera tilbúin að mæta og bara sinna þínu mjög samviskusamlega, kannski samviskusemi líka, af því að, ég held að langstærsta ástæðan fyrir því að ég er komin það sem ég er í dag, ekki að því að ég fættist með einhvern styrk eða neitt svoleiðis, það er bara því ég er búin að mæta, frá því ég byrjaði að vinna með þjálfaranum mínum, þá hef ég ekki mistað út eina æfingu. Wow. Bara aldrei, það er bara að það hvarflar ekki að mér að fara ekki æfingu, að því líka þetta er bara svo mikilvægt fyrir mig að sinna þessu bara 100%, þannig að ég er bara að mæta æfingu, ég er tilbúin að skila af mér það sem ég á að gera þann dag, ég er tilbúin að leggja mig fram við það og gera það vel og þá kemur þetta, það er bara ekki hægt að gera eitthvað 100% og ekki sem árangur, ég vil meina það. Consistency is key. Bara ándjók, það er bara líkindin að þessu. En færðu þá aldrei bara svona eitthvað, ég nenni ekki æfingu? Nei, að því að svo einmitt sem að við kannski förum inn á eftir er bara svona, ég hef bara lært hvernig maður á að halda jafnvægið, og það er kannski það sem maður er svona mest að vinna í, er bara hvernig ætlar að balansera þessu án þess að keyra þið út. Við getum alveg farið það núna bara. Já. Það er bara svo mikilvægt, skilur, að geta svona þekkja sjálfan sig og vita, ef það er einhvern tímann, ómikið álag á einhverju stað í lífinu, bara hvað get ég gert til að halda jafnvæginu. Og auðvitað er svolítið mikið að hafa kannski ekki tekið frí í langan tíma, en á sama tíma þá ég myndi eiga erfitt með að fara í 2 vikur og ekki æfa, því mér líka líður vel að æfa. Þannig að þetta er ekki það að ég sé að fórna einhverju og er alltaf að mæta æfinga því ég þurfi þess og væri miklu frekar til að gera eitthvað annað. Það er ekki svoleiðis. Mér langar að æfingu, mér er gaman að sinna þessu og ég held að það sé ástæðan fyrir að ég næja að halda þessu svona áfram, Einmitt. Þú ert að keppa í -71 og hvað eru nýjastu PR-tölurnar í? Nýjastu PR-tölurnar minnar eru 109 kíló í snatts og 137 kíló í klínundjörg. Það er svakalegt. Ég hló einmitt að við vorum bara að keppa á Íslandsmóti daginn að þú tókst 1 kíló meira, hvernig var það? Jú, þú tókst 1 kíló meira í klínundjörg en ég tók í samanlögu.
bæði snurðun og glemdi eitthvað. En mér finnst það geggjað, ég sagði bara, vá. Þessar tölur verða svo svona fjärstæðar, eða þú veist maður svona, maður fattar stundum ekki hvað maður komin langt, af því þegar ég var að byrja það fannst mér 70 kíló að klína djörg, ég skil ekki hvernig þetta hægt. Þetta ógeðslega þungt og þetta svo mörg kíló og bara hvernig nær fólk að lyfta þessu upp. Og svona en maður komin í 137 og maður bara svona, já, þú veist. Já, maður svo fljótur að... Og farin að taka, hvað tekur í hnípæju? 180. Einmitt. Þú veist, og maður segir þetta bara svona, já, 180, en stundur það maður að stoppa að hugsa bara að þetta eru heldur mörg kíló, sko. Algjörlega. Og maður er búin að... Kraftlýftingakonur eru sumar bara að taka það saman, sko, eða valla það. Þannig að svaka þyngdir. Já. Einmitt. En bara til hamingju með þessa tilnefningu, hvenær verður tilkynnt valið? Já, takk fyrir það. Ég held að verði tilkynnt á opnunarhátíð EM sem að er 11. að 12. apríl. Já, og þá ert þú að fara út að keppa. Já. Með nokkrum Íslendingum. Já. Einmitt. Þetta er svo spennandi. Ég veit að þetta er ógeðslega gaman. En svo sá ég að þá að breyta þyngdaflokkunum eftir sumarið. Já. Er það kostur eða ókostur fyrir þig? Ég held að fara bara eftir hvernig maður vill horfa á það, sko. Þetta er ekki frábært af því að ég keppi 71 sem þegar ég er svona 72-5 dagstæðla sem er bara svo fínt að vera af því að þá bara æður maður og bara er góður og svo léttir maður sig aðeins niður fyrir mót og er bara alveg að mörkunum. 69 er svolítið svona... Það er 9 flokkarinn sem sagt. Já, 9 flokkarnir ég er 71 núna. 9 flokkarnir eru undir 69 eða yfir 77. Já, það er stórt bil. Er rosa stórt bil og bæði skilur að fara niður 3-4 kíló. Það er svolítið mikið. Og þar alveg endur munu örugglega tölurnar hennar aðeins detta niður eða þá maður mun ekki geta ná þessum all time tölum skilur eins og þegar ég er 72 kíló. En á sama tíma er 77 kíló svolítið, það er 5 kíló að þyngdar aukning, það er svolítið mikið líka. Þannig að ég er svona, þetta er rosa mikið, við erum mjög mikið að íhuga og pæla núna hvað við ætlum að gera. Í hvort flokkin. Í hvort flokkin, já, af því hvort er betra skilur að droppa aðeins niður eða þyngja sig meira og þá náttúrulega fara tölna líka upp sem er bara ótrúlega skemmtilegt. En já, bara spurning hvar maður næra, hvað er svona raunhaft að ætla að viðhalda sér og hvar maður getur verið og liðið vel. Þannig að það kemur bara allt í ljós. Já, en nú er apríl. Já. Er þessu breytt hvað í júní? Já, 1. júní tekur þetta gildi. Þannig að núna EM eru gamlu flokkanir, þannig ég keppi í 71 í síðasta sinn á EM og svo þarf ég eitthvað að fara að ákveða mig. Það verður spennandi að fylgjast með. Já. Einmitt. Ég veit ekki hvað ætla að gera sjálf, sko, þannig að ég er líka spennt að sjá. Já, en hvað segir innsæðið þitt? Það er rosa flakkandi, sko. Ég er búin að reyna að gera alls konar og fór í einhverja mælingar til að sjá hvort maður hafi rými til að fara niður eða upp og svo fer það líka mjög mikið eftir hvað heinastelpun að gera. Þú veist, hvað keppinu þetta fara upp og hverju fara niður og þú veist, og svo fer eftir hvað flokku verður á Ólympíuleikunum og hver ekki. Það er náttúrulega svolítið af því að þeir verða líklegast mögulega verða þeir báðir. Ef þeir verða ekki báðir þá náttúrulega er bara svolítið búið að velja fyrir mig hvert ég fer. Þá fer ég náttúrulega bara sem að Ólympíuflokkurinn er. Þannig að þetta mun allt eftir svona, já, við eftir að sjá. Þannig að stóra markmiðið þitt er að keppa Ólympíuleikunum í LA 2028. Já. Það er svolítið svona, eina sem maður er að stefna núna, ekki eina, en þetta er svona það stærsta. Ég fæ bara gæsa það að tala þetta, sko, minnst það gekkja. Það er náttúrulega svo fúlt, eða veist ekki, fúlt að hafa mist svona numlega af síðast. Já, segðu okkur frá því. Hvað munaði litlu? Það munaði bara náttúrulega engu, sko. Þetta er sem sagt topp 10 í heiminum komast inn og ég var númer 12. Þannig að það er rosa fúlt að hafa ekki náð en á sama tíma hugsa maður þú veist, þá bara hefur maður 4 ár til að tryggja sig inn fyrir næsta leika. En maður er bara vinna sem maður þarf að gera. Er í á Ólympíuleikunum, þar er engir aldursflokkar, er ekki bara, nei, það er bara opið. Það er bara opið. Allir á móti öllum í flokknum. Já, akkurat. Og bara 10 sem komast. Já. Það er ekki neitt, sko. Það er ekki neitt. Og svo, það er náttúrulega, það eiga eftir að útfæra þetta og gefa út hvernig þetta verður, en það er eitthvað verið að tala um það núna, ef að allir þyngdarflokkanir verða inni, þá verða mögulega bara 8 í flokki á næsta tímabili. Þú veist, þannig að það er ennþá læra.
en svo á sama tíma ef þau ákveða að taka kannski annarkvæð þyngdarflokk þá náttúrulega eru fleiri í hverjum flokki en það var alltaf þess að koma ljós. En skrítið, geta þið bara ákveðið það að hafa ekki alla þyngdarflokkana inni? Já. Þetta er bara stærra bil þá? Já, þau ráða því bara alveg. Og þetta er eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvort að Ólympíu samtökin ákveðið þetta eða hvort að IWF sé ákveðið þetta, ég veit ekki hvernig það nákvæmlega er, en það er einhverja ástæður á bakvið sem að, já. Einmitt, sko, þeir sem að hlusta og þekki ekki til ólympíska lyftinga, þau kannski fannst þú að skrítið þegar þú varst að segja að þú væri alltaf 72 og svo þyrftir alltaf að létta þér svona mikið fyrir mót. Já. En það er frekar algengt. Já, það er algengt af því að það er náttúrulega þannig að svolítið svona þyngd hreyfir þyngd, þú veist, þannig að þess vegna erum við að keppa í þyngdaflokkum, það er ekki sanngjarnt að keppa einhver ótrúlega léttir við einhvern ótrúlega þungan. En þú vilt samt vera, þetta er rosa mikið svona dans á línunni, þú vilt ekki vera léttari en þú þarf, þannig að ég vil til dæmis vera eiginlega bara 70,95. Þú veist, ég vil bara rétt svo ná undir 71 og fá að lyfta bara eins þung og ég má. Og þú getur ekki stjórna líkastindinni upp á grömm svona alla daga. Þannig þá setur maður kannski kíló yfir, hálfu kílói, eitthvað svoleiðis. Og þá síðan kvöldi fyrir, þá bara kannski drekkum maður minna vatn og passar aðeins að borða minna salt og þá er þetta, þú veist, þetta er bara vasþyngd sem maður bara svona er aðeins að hreyfa til. Og þá einmitt, ég viktast því síðan inn þarna, þú veist, 70,9 eða eitthvað og svo fer maður bara baksins og fær sér að borða og þá ertu örugglega orðin 70 og, þú veist, næstu 2 kíló aftur skilur eftir maður er búin að drekka og borða. Þetta er svolítið áhugavert sport. Mér finnst líka svolítið fyndið á þessu Íslandsmóti. Þá var akkurat einn sem fór í vigtun og svo þurfti hún að borða meira því hún var að reyna að þyngja sig til að vera í hinum flokkum. Þú veist, ég hugsa bara, vá, ok, áhugavert. Þetta er, þú veist, og þetta er bara svo fyndið, maður fattar ekkert skilur og drekkur vaskglas 400 millilitrar búin að eiginlega þyngja sem 400 grömm. Þú veist, þannig að þetta er ekki neitt, þú veist, þetta hljómar mikið, kíló upp, kíló niður, en þú veist, þetta er ekki svo mikið í vökvaþyngd. En hefur einhvern tímann lent í, þú veist, bara vandræðum og verið þvílíkt erfitt að ná þyngd fyrir eitthvað mót? Nei, ekki eftir að ég byrjaði eftir að ég byrjaði með þjálfaranum mínum, hann er náttúrulega bara rosalegur reynslu bolti. Það er Ingi? Það er Ingi, Gunnar, já. Það hefur aldrei verið þannig að við sem að íhuga að klippa mér hárið eða neitt svoleiðis, skilur, sem betur fer. Ég sagði við hann, það mun ekki gerast nema við sem á ólympíuleikunum, þú veist, eða eitthvað svoleiðis. En annars er þetta bara, þú veist, gufa eða eitthvað, þú veist, og maður bara passa sig, maður pælar alveg í þessu svona viku 2 fyrir mót að byrja aðeins að hugsa líkasendina og já. En finnst þér þetta, þú veist, gæti þetta ekki orðið óheilbrigt? Þetta samband við þyngd? Jú, alveg 100% sko og það er alveg, hvað segir maður, það tekur á, þú veist, þetta er ekki, maður þarf alveg stanslaust að passa sig að vera ekki að láta þetta heltaka lífi en auðvitað gerir það stundum sko og sérstaklega núna ég finn það með þessa nýju þyngdarflokka, þetta er alveg svolítið mikið að taka upp pláss í haustum sko. Allar maður upp, allar maður niður, ok, en þá ætla ég ekki bara svona, ég ætla bara svona og þú veist, og þetta er ótrúlega flókið og örugglega sérstaklega líka komandi úr fimmleikum þar sem það er, þú veist, alveg svona ákveðin tendensi að vera með pínu svona erfitt samband við mat, þá er þetta ekki einfalt, sko. En ég passa mig bara að ég reyna að tala þetta mjög opinskátt við þjálfarann minn og reyna að hafa þetta bara svona heilbreytt hvernig við tölum þetta. Og ef það er eitthvað sem að fer í mig þá bara pössum við að bara grípa það leið og tala það, þú veist, að þið bara, 100% sko, þetta fer í mann, ég held að það er langflestir myndi einhvern veginn, það myndi ná til flestra, sko. Já, en hvað heldur að andlegi þátturinn, þú veist, sé stór partur í því að bæðan á árangri og bara líða vel í sinni íþrótt, ganga vel? Ég myndi segja mjög stór þáttur og ég held að maður hefur alveg fundið að sjálfur náttúrulega nú er búin að æfa í næstu 5 ár ef það er mikil streita, mikil álag í persónalífinu þá finnur maður alveg að það er erfiðar að æfa, það er erfiðar að sjá bætingar sem leið að maður einhvern veginn leysir úr því og vinnur úr því þá fer maður allt í að pjera hægri vinstri sko þannig að já, ég myndi segja að skiptir rosa miklu máli. Einmitt. Heilsa er nefnilega svo ótrúlega heildræn. Það skiptir eiginlega engu máli sko hvar ójafnvægið er, það veldur ójafnvægi á heildina. Já. Þannig að það er mitt svo gott að vera meðvitaður hvað það er sem valda og eins og segja streita
Hún hefur rosa mikil áhrif. Já. Og ég get alveg trúið að þetta sé ákveðin streitu valdur að vita ekki alveg í hvaða flokkið svona óvissa. Já, það er það sko. Það er það. En maður þarf bara svona að sína smá æðruleysi og bara einn dag í einu sko. Það er dásamlegt. Ég las líka einhver staðar að þú varst að tala um imposter syndrom. Er það farið? Eða... Nei, það er ekki farið og ég held að mun aldrei fara sko. Hvað kallast það á íslensku? Lottara líðan? Lottara líðan. Þú veist, ég held að mun aldrei fara eins og ég segi, þú spyrir mig hvað ég á í beigju og ég segi 180, mér finnst það ekki hljóma mikið, skilur að því maður byrjar alltaf að vera svona, fyrst að ég gata þá er það ekkert það flott, eða þú veist, fyrst að ég hef komið svo langt þá getur hver sem er gert það, því ég er náttúrulega bara venjuleg manneska eins og allir aðrir, þannig að þetta er einhvern veginn, maður lítur svo stórt á ákveðna hluti sem leiðum maður nærðum sjálfur, þá verða þeir svo venjulegir og þá einhvern veginn hugsa maður, eða þú veist, ég held að það er svona kannski svona aðal sem er að plaga mig, eða þú veist, er að svona reyna að staldra stundu við og hugsa bara, þú veist, þetta er alveg, þetta er mikið, þetta er bara mjög flott sem maður er búin að áorka, sko, en já. En að vera afreksíþróttamaður á Íslandi, maður hefur alveg heyrt að það sé smá hark. Já. Nú við tala við nokkra. Hvað finnst þér? Það er náttúrulega, það er hark, eða þú veist, ég náttúrulega gæti þetta ekki nema át af foreldrar mínir að hjálpa mér. Það er bara svoleiðis. Ég gæti ekki verið í náminu og að æfa og að vinna og halda mér uppi, það er bara ekki, ég held að sé bara ekki fræðilegur og þú veist, það er rosa erfitt, en á sama tíma finnst mér núna, upplifi ég mjög mikla breytingu, bæði í bara svona viljanum til að vilja að laga þetta. Bara hjá ISI og bara hjá, þú veist, stjórnvöldum og svona, það er svona meira, mér líður eins og að sé svona aðeins er að reyna að eitthvað rífa þetta upp. Já, það er svona viðurkenndara að það sé vinna að vera afreksíþróttamaður. Já. Og það er meira svona skilningur hvað virkilega þarf til, hvað stuðning þurfi við. Já. Og það er svona, það gefur manni svo mikla von, sko, maður finnir svona, maður svona, ljósi endanum á göngunum, sko, maður er svona vonandi er þetta bara alltaf að koma. Geggjað. Já. Þið voru nú nokkuð valin einhvern svona hóp. Já. Sem heitir aftur hvað? Tíma Ísland. Já, er það ekki það? Jú, Tíma Ísland, jú. Ég hitti einhverju ráðstöfnu þar fyrir nokkrum árum. Já, vinnum gullið. Já, einmitt. Já, við vorum valin þar og einmitt bara það að, þú veist, hafa smá svona liðsanda, maður svona getur speglað sig við hina sem eru líka bara, þú veist, að æfa allan daginn, alla daga, þetta er bara svolítið lífið, þetta er bara rosa mikil rútína og æfingar, það er ótrúlega, það er svo gott að, þú veist, fá að spjalla við fólk sem er að gera svipa á þú, af því að auðvitað er þetta, þú veist, stundum bara mjög erfitt, sko. Pínu einmannlegt, kannski. Já, þú veist, og bara veiturnar á Íslandi, skilur, það er bara dimmt og maður er einhvern veginn í svona einhverju rútínu sem bara hættir ekki, skilur, það er bara skóli, æfa og þá er svo gaman að hitta þig og svona aðeins að brjóta upp daginn, sko. Einmitt. En hvernig stuðning eru þið þá að fá? Þið fá einhver fjárhagslegan stuðning? Já, það er í útlitin ISI, þá er einhver stuðningur og svo fer það bara eftir hvað sérsambandið þú tilheyrir, hvernig þau síðan útlitaði áfram. En já, það er einhver fjárhagsstuðningur, svo var þetta líka eins og ég sagði, bara rosa mikið svona félagslegur og bara svona smá svona pepp, sko. Og við Steinn og Kristín Birna sem eru svona mikið með þetta, að sjá um þetta, þú veist, þau alveg bara mjög duglega að segja manna heyrið með það er eitthvað maður gætt fengið þess að ég fór til næringarráðgjafa í gegnum þau og og já, þannig að þú getur leita til þeirra og þau beina er áfram, sko. Allt í það. Já, ok, það er samt geggjað. Það er svo mikilvægt að hafa svona, þú veist, heildrænt teymi að því að ef þú ætlar að ná, þú veist, afreks árangri, þá er svo gott að hafa íþróttasálfræðing, næringafræðing, þú veist, allt þetta sem að því að, það er bara svo margt sem að maður þarf að huga að, sko. Og ég finn það, það er rosa gott að vera með svona gott teimi kringu sig og vita bara nákvæmlega hvert maður getur leitað ef eitthvað kemur upp á. Og að það sé einhver svona búin að segja manni, þú veist, þá svona leiðbina manni. Ægvað það er geggjað. En já, mér finnst þú bara geggjur fyrirmynd fyrir ungar stelpur og bara fyrir líka gamla gillingar sem líka að þetta, sko, þú veist, strong is the new skinny eða strong is the new healthy, kannski frekar, þú veist. En svo einu sinni var bara sást einhverja konu og þetta var talið heilbrigt. Í dag er þetta svo allt öðru sér staðlar, sko.
það, þú ert alveg að hjálpa til við það. Já, það er gaman að heyra að því að, mér finnst sko, það er svo gaman að vera sterkur og það er svo gaman að finna bara, ég græði þetta bara sjálf og ég get þetta bara og þú veist, þurfi ekki nefnir hjálpa að halda því maður er bara alveg nógu sterkur til að gera þetta allt sjálfur sko, þannig að, það er bara svo gaman og já. En sko, maður getur náttúrulega ekki stanslaustur að bæta sig. Hafa komið einhver tímabil þar sem að þú finnst þú vera svona staðna? Já. Ég man bara síðast í vetur var ég að tala þetta við þjálfarann minn. Þú veist, það sem ég horfði á hann, ég bara, sem er alveg satt. Bara, er ég komin á smá stopp? Og hann bara, nei. Bara, nei, þú veist, og hann myndi segja mér eins og ég er, eða hann myndi segja við mig, já, þú veist, núna framöndan er kannski bara smá tími það sem að þú ert bara að fara að vera svolítið að grænda í sömu tölunum bara alltaf, sko. Af því þá, ég held að ég væri að stana þá. En það er með stundum ef maður geðveikt góður, stundum droppar maður aðeins niður, stundum þetta er alveg svolítið svona sveiflukent en svona almennt ætti trenda að vera svona aðeins á uppleið og eins og ég pjeraði snatsi mitt síðasta mars 2024, þá var 108 kíló og svo núna í febrúar eða mars 2005 tekið 109. Já, þú veist, að því maður er líka bara komin á þann stað að þetta er bara smá og smá og smá, þú veist, þetta er ekki mörg kíló einu, en svo finn ég bara oft svo mikið bara svona allt öðru sér bætingar, bæði bara í hausnum, skilur, hvernig maður mætir æfingu og þú veist, kannski var einhver þyngd sem maður var svona pínu stressar fyrir hálfa ári, maður er bara frekar rólegur ef henni núna, þú veist, þannig að maður þarf líka að vera svo duglegur að leita þessum litlu bætingum. Akkurat. Þú veist, ok, 100 kíló fyrir hálfa ári, mér fannst þau fyrir eitthvað þung, núna get ég tekið 100 kíló í tvist, eða þú veist, alls konar svona sem maður getur horta og fundið jákvætt og fatta þá að maður er ekki að stana, maður er bara að bæta sig á mismunandi sviðum. Þú veist, það er ekki endilega alltaf bara tótal þyngdin sem maður er að bæta tækni, maður er að bæta viðhorf, maður er að bæta bara alls konar. Þetta er alltaf skemmtileg pæling að þú veist skilgreina hvað er bæting. Já. Að því, veist, mér finnst bæting þegar ég mæta æfingu og horfa á prógramið mitt og ég sé 130 kíló klífandurka á prógraminu og ég hugsa, já ok, bara þægilega þetta er þetta. Þú veist, ég fyrir árið hefði verið bara 130, oh my god, þungur dagur þetta, þú veist, þannig að það er bæting. Þannig að, já, maður þarf bara að leita að öllum svona þessi ákvæða, sko. En eins og með meiðsli og eitthvað svona, hefur eitthvað verið að glíma við slíkt? Já. Aldrei sem betur fer 7, 9, 13 aldrei neitt sem að stoppar mann frá því að æfa en jú, það hafa komið meiðsliða sem maður er alveg frekar slæmur og maður þurfti eitthvað svona aðeins að breyta þjálfuninni og bakka og lifa því að jafna sig, sko. Er það bakið eða? Nei, hjá mér voru það úlliðirnir. Já. Úlliðirnir í alveg örugglega hálft ár, upp í ár, þar sem ég var bara mjög slæm og þú veist, það sést núna, ég er alltaf með úllisopninga því ég bara treysti mér ekki til að lyfta án þeirra og ég var bara á svolítið, þurfti bara mikil verkjalyf og eitthvað svona, en á sama tíma gerðist þetta í Ólympíu úrtökuferlin en ég gat ekki stoppað, sko, en maður bara leti þetta ganga upp, sko. Þá kemur ein spurning sem ég var ekkur búin að skrá hérna hjá mér, sko. Finnst þér á einhvern tímann hafa verið að fórna almennri heilsu fyrir velgengni? Sko, já. Ég ætla bara að segja eins og að það er afreksíþrótta, þú veist, að vera í afreksíþróttum er ekki endilega heilbrigði. Það er bara því mér svoleiðis. Ef ég væri að æfa fyrir heilsuna mína og þú veist, þá myndi maður vera að æfa allt öðru sig. Og þú veist, eins og þetta að vatnslosa, borða svona, bla bla bla, þú veist, maður fer alltaf út í öfgar einhvers staðar og það er bara því mér svoleiðis, en heilt yfir myndi ég segja nei, ég er ekki að fórna heilsunni minni, en það hafa alveg komið mitt eins og þetta æfi gegnum meiðslið sem maður er bara frekar slæmur og maður veit alveg, þú veist, þetta gæti alveg komið, þú veist, þetta í staðinn fyrir að vera kannski mánuð að jafna mig, er ég að fara að vera hálft ára að jafna mig, en ef ég get æft á meðan, þá er mér sama, þú veist. Já, akkurat. Já, en maður þarf bara að velja að hafna, hvað maður vill, þú veist. Og maður hefur alveg heyrt þetta, að það er ekkit endilega heilbrigt að æfa afreks, sama hvað íþrótt er. Já, ég held bara og líka allir sem eru afreksíþróttamenn eru að þeir eru með svo mikið drive, þeir eru með svo mikið keppniskap og vilja ná langt og þá er maður tilbúin alltaf að ganga kannski aðeins lengra en maður ætti. En já. En hvað er þá heilsa fyrir þér?
sko, mér finnst heilsa vera bara svolítið að vera í jafnvægi og að vera með svona gott innsæi og skilja sjálfan sig nógu vel til að vita hvernig þú ert ekki í þessu jafnvægi og að þekkja sig og hvaða tól þú getur notað til að koma þér aftur í jafnvægið, við skoðum hérna. Þú veist, þannig að bara að geta fundið, ok, núna er ég undir mikilli streitu, þá hjálpar mér að fara út að labba og reyna að slaka á þannig og þú veist, bara identifya bara hvað er að valda og hvað getur gert að laga. Og mér finnst þegar þú ert orðin frekar læs í því, þá ertu örugglega held ég bara við frekar góða heilsu, sko. Ertu vissum að sést bara 23? Svo þroska svar. Ég er búin að læra þetta á eiginskinni, eða þú veist, maður er fyrst bara svolítið svona að rekast á þetta sjálfur. Já, einmitt. Akkurat. Þú veist, við erum búin að tala um meðsli, en er einhver mótlæti sem að þú hefur upplifað íþróttunum eða í lífinu bara sem hefur gert þig að þér? Bara, já, þú veist, bara bæði og, skilja, þegar svo einhvern veginn, mér finnst ég aldrei, ég myndi segja nei, ég hef ekki upplifað mótlæti, en ég er ekki viss að segja því ég hef ekki raunverulega upplifað mótlæti, ég bara hugsa ekki það sem svoleiðis. Já, tekur þessum tækifæri. Já, það er fátt sem að gera það sem ég upplifa, þetta er erfitt og núna, þú veist, ég bara hugsa ekki þannig hlutina. Þetta er meira bara eitthvað gerist og maður bara, finna leið til að, þú veist, vinna úr því. Auðvitað, þú veist, í fyrra, á EM fullorðna í fyrra, missa af pallinum á EM, rosa fúlt, þú veist, og að komast ekki inn á Ólympíuleikana, líka fúlt, en þetta er bara partur af þessu og svo bara heldur maður áfram og bara, já, heldur ótröður áfram í rauninni, sko. Já, geggjað hugafar. Já, já. Ok, en hvernig hugsar þú þá þína heilsu? Ég heyri alveg að þú gerir það augljóslega. Ég passa mjög vel upp á svefninn minn. Ég finn rosa mikið mun bara, þú veist, þegar ég næ að sofa vel, þá bara vakna maður og líður vel og dagurinn verður bara einhvern veginn betri. Hvað stefnir á? Stefnir á marga klukkutíma eða ákveðin bara gæði eða? Einmitt núna, þú veist, að ég er í frekar góðri rútínu núna, ég er að vakna þarna 6, þá er ég helst farin að sofa fyrir 10. Þú veist, mér bara líður langbest þannig og líka bara klukkan 10 á kvöldin er ég orðin þreytt. Ég er með svona, vúp, sem að líka segja mann oft skilur að þú þarft að sofa meira eða eitthvað, þú veist, þannig, en já, ég myndi segja 8 tímar er svona sem ég stefna og það kemur fyrir að ég sef bara 10 tíma, sko, af því að ég finn bara, ég ætla bara að leyfa mér að sofa, vakna eftir 10:30 og er bara geðveitt, góð, en það er líka bara þegar maður er að æfa svo mikið, maður er undir svo miklu álagi, það þarf líka að bara að fá að sofa. Akkurat. Já, og já, þannig ég passa mikið upp á svefnin, ég passa upp á mataræði, þú veist, bæði að borða nóg, fá nóg prótein, drekka vatn og svona, reyna já, bara ég veit bara hvað lætur mér líða vel og reyna bara að halda því þannig. Svo finnst mér mjög gott að fara annarkvort út að ganga eða einhvert út að land. Mér líður mjög vel þar þegar maður kemur svona aðeins út úr öllum æsingnum og svona, já, þannig ég reyna að fara að labba eiginlega alltaf helst ekki inn í hverjunum mínu heldur, þú veist, við einhverju náttúru, heiðmörk, þú veist, við vatn, eitthvað svona vötn og eitthvað rosa kósi og eða bara fer upp í bústaði eða eitthvað þegar maður hefur tíman til, bara til að alveg senna sig út, sko. Geggjað. Einmitt. En með mataræði, þú veist, passar eitthvað, ég hef þú talað um prótín og vatn, en ertu að hugsa eitthvað sérstaklega einhver, þú veist, sérstaklega næringarefni eða bætiefni eða eitthvað svona? Sko, nei, eða veist, maður alltaf tekur bara D-vitamin og þú veist, bara eins og allir Íslendingar ættir raunin að gera. Þannig ég passa það. Svo ég tek kreatín. Mér finnst það hjálpa rosa vel, sko. Mér finnst það mjög gott. Ég tek ekki neina önnur bætiefni og ég er með próteinduft oft en mér finnst ég ekki vera að ná að hitta, þú veist, að ég tel, þú veist, cirka bát hvað ég er að borða yfir daginn og ef ég sé að ég er ekki að hitta próteinum mitt þá bara bæti ég við einum próteinhristing eða eitthvað. En annars reyni ég að borða bara fjölbreytt og borða einhver grammeti og kjöt og þú veist, fá bara svona öll þessi mikró næringarefni úr því. Það er náttúrulega best að fá, sko, efnin úr mat. Já. Það er náttúrulega bara alltaf best. En þegar maður er að æfa svona mikið og þarf mikið, þá stundum nær fólk ekki að uppfylla þörfina með mat. Já. Það er bara því miður þannig. Ok, þetta er bara,
Alveg geggjað. En ég sendi þér nú nokkar spurningar, þannig að þú fekst svona smá undirbúið. En myndi þetta í hug, er eitthvað sem fáir vita þig? Ég sá þessa spurningu og ég sagði, nei, þetta er erfiðasta spurningin til að fá, sko. Það er svona ákvæðið að senda hana á því. Sko, ég myndi segja, nei, ég frekar opin bók. Ef maður dettur á spjallum mig, sko, þá bara, held ég, mjög auðvelt að kynnast mér, sko. Ég veit ekki, eitthvað svona fun fact. Ég með gena galla, þannig að ég fættist mig of stutta þumalputta. Stutta þumalputta, ok. Þannig að hvernig það í óli? Já, nefnilega, það er það sem allir spyrja, hvernig gengur þér þá í óli að það náttúrulega bara gripst ykkur. Bara vel, sko. Það var svona pínu, vont fyrst, af því að maður gerir eitthvað sem heitir húkgrip, það sem þú svona læsir þumlunum einhvern veginn undir, það var bara vont fyrst en bara góð núna, sko. Vont hennar venst. Já, vont hennar venst, já. En ég myndi segja annars bara, ekkert svona neitt sérstætt sem þetta í hug, sko. All right. En varðandi æfingar, af því að þú sagðir að stundum verða upp og stundum niður og þú veist svo stöðnun, hefur eitthvað spáð í að æfa í kringum tíðarhringinn? Já, ég pælti í þessu og ég hef alveg fengið þessu spurningu áður. Það sem ég hugsa og það sem ég þarf að passa mig á að mér finnst betra að vita ekki af því að ég hef enga stjórnaði hvernig mótin eru. Einmitt, já. Þess vegna pæli ég ekki í því og aftur kemur þetta bara að afvirkshlutir ekki endilega heilbrigði og allt það. Ef ég væri ekki að keppa og ég geti stjórnað þessu alltaf, þá myndi ég pæli í þessu, sko. En mér finnst ekki hjálpa að vita, ok, nú ég að keppa á þessari viku og það meiri meðslætta hér eða þú ert líklegri til að vera ekki jafn sterkir. Það bara hlutir sem ég vil ekki vita. Nei, ok, myndi bara ruglaði. Já, af því það rosa óþægilegt að fara inn í mót og hugsa, ok, ég hérna í tíðarhringnum sem þýðir að ég ekki jafn sterk eða þá sem þýðir að ég í meira hætta að meiða mig. Þú veist, það rosa erfitt í hausinn að alltaf inn á mót og setja 100% effort í eitthvað með þetta að svona hvíslandi í eyra, sko. Þannig að nei, ég æfi ekkert, þú veist, ég pæla ekki í þessu að því ég bara eiginlega hefur gefna á að pæla í þessu. Nei, en veistu hvort einhverjir hafa eitthvað verið svona, ekki ruggla í tíðarhringnum, en veistu hvað ég meina? Þannig að skipuleggjan reyna þannig að hann hitti á að þú værir að fara að keppa á bara olimpíuleikum eða eitthvað, að þú væri búin að gera hann þannig að þú værir á besta stað þegar súkeppni eða stærsta keppni væri. Já, ég veit hvað meinar, nei, ég hef aldrei heyrt það. Eða veist, ég bara aldrei, Nei, einmitt. Það bara eitthvað sem þetta í hug, sko. En sko, því nú ert í læknisfræði, finnst þér það hafa gagnast þér einhvern veginn sem íþróttakona? Já, bara bæði og. Þú veist, já, það hjálpar alveg upp á það að hafa bara svona basic skilning á, þú veist, líkamannum og eitthvað svona. En á sama tíma þetta líka mjög mikil svona þjálfunarfræði og svona styrktarþjálfunarfræði sem ég í, þannig að, sem að ég að æfa og það mjög lítið komið inn á það, við erum miklu meira í sjúkdómum og einhver svona það sem í læknisfræði. En það hjálpar alveg þegar ég að tala við næringafræðinginn minn eða tala við sjúkraþjálfarann minn eða eitthvað að skilja hvað þau eru að segja, sko. Já. Einmitt. Þú ert á 4. ári, já. Er þetta 6 ár? Já. Ég fór bara að velta fyrir mér því að ég er nýbúin að vera með lækna sem að vinna sem svona lífstílslækningar. Já. Og þannig að svolítið mörg ár síðan þau voru í læknisfræði. En þannig ég bara hugsa að því nú ert þú í náminu. Já. Er farið inn á eitthvað fyrirbyggjandi? Já. Varandi mataræði og allt þetta, hvað þetta hefur mikil áhrif. Já. Ok, það er geggjað. Já, það er alls konar svoleiðis og ég held að sé mér þess að, ég vona að ég sé ekki að bulla núna, ég held að sé fyrirbyggjandi læknisfræði bara kúrs á 7. ári, ég er bara ekki búin að fara í hann. Og auðvitað á sama tíma alltaf þegar við lærum sjúkdómana, þá lærum við áhættuþættina og við lærum sem sagt, hvað við þá að ráðleggja til að reyna að fyrirbyggja, þú veist, og ég meint bara svona mataræði, þú veist. Þannig já, það er alveg verið að tala um það líka. Það er geggjað að heyra, því að maður er alltaf, sko, það kemur einhvern veginn alltaf upp í svo mörgum samræðum að, þú veist, 80% af fjármagninu í heilbrigðiskerfinu fer í sjúkdómana í staðan fyrir að nota þennan peningi fyrirbyggjandi. Algjörlega. Þú veist, það er náttúrulega vonandi við þá bara snúa sér þróum við með nýrri þekkingu. Já, vonandi. En mér finnst þið fara inn á það í skólanum líka. Bara, ok, það er geggjað. En ertu að fylgja, þú ert með þjálfara, Ingi Gunnar, og
ertu að fylgja það bara ákveðnu prógrami sem hann gerir eða ferð þú að hafa einhver áhrif á prógrami? Ég virka, ég fæ bara prógram frá honum og ég fylgi því bara algjörlega, bara eftir bara allt sem hann segir, ég gera það. Og ég held að það sé líka bara eftir fimmleikana. Þá er maður bara annar að mæta, þjálfarinn segir hvað þú gerir, þú hlýðir og þú gerir svo vel og gerir þetta. Já. Og ég virka bara rosa vel þannig. Leið og ég fæ eitthvað, ef ég ætti eitthvað að fara að hafa áhrif á þetta eða breyta og þá er þetta ekki orðið svona, ég vil hafa þetta bara svona skrifa í stein, skilur, bara þú ert að gera þetta. Þannig að Ingi sendi mér prógram og ég fylgi því bara algjörlega og það hefur alltaf verið þannig, sko. Og ég líka, þetta virkar. Og það er að virka. Þetta virkar, þannig að akkur ætti ég ekki að halda því áfram. Eða ég bara treysta honum fullkomlega og þetta er mjög mikið svona, treysta ferlinu. Og það hefur sannað sig bara aftur og aftur að hann er að gera eitthvað sem er að virka. Þannig að ég ætla ekki að efast þetta eina sekundu, sko. En geggjað. En ég held að það skiptir líka svo miklu máli því ég heyri á þér að hugafærið þitt er bara einstakt. Já. Og það að geta verið bara með svona ró, þá er bara engin streita eða minni streita til staða sem að ítir undir árangur. Já. En þetta tók alveg, ég man alveg fyrstu árin. Þetta er eitthvað svona sem þetta kemur með tímanum. Ég var miklu meiri kvíðabolti og miklu stressari fyrir öllu áður fyrr þegar ég var að byrja. Og þá mæti maður æfingu og bara, það var svo mikið tens og maður svo ótrúlega stressar og þurfti allt að ganga upp og eitthvað svona. Og það er svo þægilegt núna að vera að koma með svona aðeins meira reynslu, geta verið aðeins slakari, bara fari bara í svona flæði og fengja bara svona rúli í gegnum þetta, eins og ég segi, þetta bara, þetta virkar, skilur maður bara að treysta ferlinu, sko. Og hvað er dæfa marga daga í viku? 5 sinnum í viku. 50 eru svona active recovery dagar og sunnudagar eru alveg alveg hvíldar dagar. Gekja. Og hvað gerir þá 50 dagum í svona active recovery? Það fyrir út að labba. Það fyrir út að labba. Eins og í dag 50 dagar, ég ætla upp í bústað eftir þetta og fara eitthvað út að labba með hundin minn og aðeins að sanna sig. Gekja. En smá svona skemmtilegt í lokin, það hvíslaði einhver fugl að mér að þú elskar Lululemon föt og ætti bara margar eins flíkur í öllum litum og er það rétt? Sko, þetta er rétt. Þetta er ekki auglýsing. Þetta er ekki eins og til á Íslandi. Nei, Lululemon er ekki á Íslandi. Og ég er náttúrulega líka komin yfir í annað, þetta er svolítið synd, af því að þetta er rétt, ég elskar Lululemon og hún Guðný Björk, vinkonum mín, hún kom mér á vagnin, sko. Þetta var alveg hræðilegt eftir að við byrjum að æfa svona aðeins mér saman og kynnast, þá var hann að þú verður að prófa þetta, verður að prófa hitt og ég enda að prófa, þetta er bara best sem ég veit, sko. En og ég mitt á hellingadóti, nema núna er ég komin til RX Performance og þá náttúrulega er ég bara í fötum frá þeim. Já, þau eru með fatnað. Já, ok. En þau eru, þannig að ég er ekki... Selja Lululemon föt. Já, þannig að ég get ekki lengur notað þessi Lululemon föt, en sem betur fer er RX geðveikt, ég hef ekki skipt yfir nema að þetta er bara geggjað, þú getur ekki farið úr Lulu yfir í eitthvað annað verra, sko. Þannig að ég er mjög sátt til RX og ég sakna Lulu, en það er bara svo. Það verður bara að vera með uppbót til að fjármagna næstu keppnisferð. Já. Nákvæmlega. En kannski bara svona í lokin, þú veist, hvað er framundan hjá þér svona á næstunni? Það ég er bara að fara á EM fullorðna eftir viku. Já, það er bara vika í? Já, það er bara ógeðslega stytt, sko. Þannig að við erum að fljúga út á laugardaginn næstu viku. Þannig að þess vegna er líka bara allt á milljón á æfingu núna. Svolítið verið að keyra á þetta og já. Þess með svona mikla bætingar. Já. Sem það er ógeðslega gaman hvað er búið að ganga vel, sko. En á sama tíma er það líka pínu svona, hvað segir maður, pínu pressa, eða þú veist, svona, ef það gengur ógeðslega vel núna, þá vonum maður skilur að það mun samt halda áfram að ganga áfram vel eftir viku eða 2. Já, þess að ekki að toppa á snemma. Já. En ég svo sem hef ekki ágjörð á því, eins og ég segi, ég er bara treysti þjálfaranum mínum og ég held að eina sem að ég hef stjórn á er hvernig ég mæti á mótið, hvernig ég kem inn í þetta, þú veist hvað haus, og við vorum að tala um þetta í gær, ég sagði, þú veist, eina sem að ég þarf að passa upp á er bara að mæta með hausnum rétt skrúðan á mótið og þá veit ég að við getum lyft mjög miklum þyngdum, sko.
ég þarf bara að vera í réttu speysi hérna til að gera það. Já, þannig að það EM og svo hérna HM, hvenær, það í október. Sumarið svolítið off-season í liftingum. Það meira haust og vor, það sem mikið í gangi. HM, það í Las Vegas? Nei, það HM Masters. Það HM Masters, já. Væri alveg til að koma með þá ferð samt, sko, koma til Las Vegas. Já, kannski ég skelli mig bara þangað. Já, má ekki vera þjálfar þig. Endilega. Þið heyrðu það hér, fyrst, allra. Þannig ég skal alveg koma með til Las Vegas. Já, ekki slæmt. En hérna, HM Senior í Förde í Noregi. Ekki jafn spennandi að Las Vegas. Nei, ég væri meira til að koma ánga, sko. En hérna, já, þannig að sumarið verður pínu, ég kem heim af EM, það er 4 vikur í próf í skólanum, svolítið þung próf sem að koma núna, þannig ég mun svolítið, hérna, setja allt í það. Æfirðu þá aðeins minna? Sko, ég hef hingað til ekki gert það, af því oft líka lenda jólaprófin og HM á sama tíma, af því HM alltaf í desember, vanlega, það bara skrítið þessi október núna, en þannig að þá ég ofta að læra og keppa á sama tíma. En já, mögulega þegar ég kem heim að EM getur maður kannski aðeins minka örlítið, læra bara ótrúlega vel, ná þessum prófum, taka svo bara mjög gott æfing á sumar og hérna vera bara ferskur fyrir HM í október. Þannig það svolítið svona planið eins og Já, einmitt. Þannig að þú færð bara gott sumarfrí frá skólanum, getur einbytt þér að æfingum. Að æfingum, já, en geggjað. Já, en það margt spennandi í gangi, sko. Já. Dásamlegt. En hérna, eitthvað að lokum? Eitthvað sem ég að gleyma að spyrja eitthvað sem að... Nei, við erum búin að fara yfir alveg... Ég held það. Svolítið mikið. Allavega, kannski bara eitt hérna sem dettur í hug með hérna lífslaupið. Við vorum báða hérna svona forsprakkar, eða ekki forsprakkar, hvað heitir það, svona... Jáhrifavaldar. Jáhrifavaldar, akkurat, orðið sem ég bjóð til. Jáhrifavaldar og hérna, hvað finnst þér svona, hvað ég segja, hvernig getum við fengið ennþá fleiri til að vera með á næsta ári í lífslaupina því þetta er svo geggjað sko, tól til að fá hvetja fólk til daglegra hreyfingar, bara almenning sko. Bara Stórstu spurt. Já, ég heldur með þetta að sko, af því að ég vissi raunin ekki hvað það væri áður en þau báðum og hérna þetta verkefni búið að vera í gangi í mörg ár, ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, einmitt. Þannig ég held að sé svolítið mikið að koma til unga fólksins af því að þetta er auðvitað sko stílað inn á vinnustaði. Já, þetta var mjög mikið vinnustaðir fyrst, það er aðeins að dreifa svo núna. Já, og það einmitt, það rosa fáir, kannski eins og á mínum aldri og undir með einhvern vinnustað, ég er bara í skóla. Þannig að ef það var einhvern veginn hægt að bæði hafa vinnustað og svo líka bara einhvern veginn, ég veit ekki, vinahópa eða bara svona hópakeppni. Það er skólahópar geta verið og svo hreyfihópar, 67 ára eldri komur inn í það svona. Og mér varst gaman, ég og bekkurum inn í skólanum tókum þetta eins og við værum undir Landspítalanum, tókum það þátt saman, þá var ótrúlega mikið stemming sko, þannig að ég held að sé kannski ég myndi að reyna að koma svona í þetta unga fólk. Já. Sko það sem ég fannst svona merkilegast var að margir sem að héldu þetta væri bara hlaup, að þetta heiti lífslaupið. Og bara ég hleyp ekki, ég ætla ekki að taka hratt. Ég er sem skil það mjög vel. Þannig að leiðum að kannski kemur fólki í skilning hvað þetta er. Í raun og veru bara 30 mínútna dagleg hreyfing, hvað sem er, það má vera ryksuga þess vegna. Nákvæmlega. Já, það er mjög góð punktur. Þetta er ekki bara fyrir hlaupara. Nei, einmitt. Þannig að kannski bara að peppa alla til að vera með í lífslaupinu 2026. Já, einmitt. Við þurfum bara að vera í sverkunni aftur á næsta ári. Já, ég held það. Ekki spurning. Finnst þetta svo frábært. Bara. Já, þetta var geggjað. Sko. Bara geggjað. En takk kærlega Eygló fyrir að gefa þér tíma til að koma. Ég veit að þú ert önnum kaffi. En gott að heita 50. Já, nákvæmlega, þetta er fullkomið. Bara takk fyrir að fá mig. Bara mjög gaman að vera hérna. Heyrðu, æðislegt. Gangið rosalega vel á næstu mótum og ég hlakka til að fylgjast með þér. Takk fyrir. Áður ég hvet ykkur í dag þar langar mig að hvetja alla til þess að fylgja Heilsu Erla á Instagram og þið sem eru á Facebook endilega finnið hópinn með lífið í lúkunum hlaðvarp og endilega takið þátt í þeim hópi en þar getið þið skengst aðeins inn á bak við tjöldin og séð hvað viðmælendur eru framundan og stundum kemur þátturinn inn þar nokkrum dögum fyrr fyrir þá sem eru rosalega spenntir. Þannig að bara hafið það rosalega gott, þangað til næst. Bless, bless.